Þá koma til atkvæða A-liðir tillögunnar, það málshöfðun gegn Geir Hilmari Haarde. Það hefur verið óskað eftir nafnakalli. Upp kemur talan 22. Það Helgi Hjörvar. Já. Háttvirtur þingmaður segir já. Huld Aðalbjarnardóttir. Já. Þingmaðurinn segir já. Sigurður Kári Kristjánsson. Nei. Þingmaðurinn segir nei. Jóhanna Sigurðardóttir. Nei. Þingmaðurinn segir nei. Jón Bjarnason. Já. Þingmaðurinn segir já. Víðir Smári Petersen. Nei. Þingmaðurinn segir nei. Jónína Rós Guðmundsdóttir. Já. Þingmaðurinn segir já. Katrín Jakobsdóttir. Já. Þingmaðurinn segir já. Katrín Júlíusdóttir. Nei. Þingmaðurinn segir nei. Kristján Þór Júlíusson. Nei. Þingmaðurinn segir nei. Kristján L. Möller. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegi forseti, ákæruvaldi fylgir mikil ábyrgð. Í sakamálaréttarfari gildir sú meginregla að eingöngu ber að höfða sakamál ef ákæranda virðist það sem fram komið við rannsókn máls nægjanlegt eða líklegt til sakfellis. Við mat á því hvort líkur á sakfellingu séu meiri eða minni ber bæði að gæta að formi og efni. Ég tel að málsmeðferðin sem hér hefur verið viðhöfð brjóti í bága við stjórnarskrá og mannréttindasáttmála Evrópu. Í því sambandi vil ég sérstaklega nefna tvennt. Í fyrsta lagi annmarkaði snúa að réttarstöðu ráðherranna fyrrverandi sem meðal annars leiddi til þess að þeim var gert að fella á sig sök. Í öðru lagi að ráðherrunum fyrrverandi hafi ekki verið gerð grein fyrir sakargiftum með vísan til viðeigandi refsiákvæða þannig að þeir gætu borið hönd fyrir höfuð sér. Fleiri annmarka er hægt að nefna sem snúa formhlið málsins. Hvað efnisátt málsins varðar þá tel ég að þær upplýsingar sem fyrir liggja í málinu séu ekki líklegar til sakfellis. Virðulegi forseti, ég segi því nei. Þingmaðurinn segir nei. Lilja Rafney Magnúsdóttir. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegi forseti, með lögum skal land byggja. Allir eiga að vera jafnir fyrir lögum. Alþingi Íslendinga er falið það hlutverk samkvæmt stjórnarskrá landsins að meta hvort lög ráðherraábyrgð hafi verið brotin. Landsdómur fer með og dæmir þau mál Alþingi ákveður að höfða gegn ráðherrum út af embættisfærslu þeirra. Hér liggur fyrir þingsályktunartillaga málshöfðun gegn 4 ráðherrum vegna brota í embættisrekstri þeirra í aðdraganda hrunsins 2008. Tillagan felur í sér ítarlegan rökstuðning. Réttarfarsskilyrðum, refsiskilyrðum er fullnægt. Nægar líkur benda til sakfellis. Nú reynir á kjark og siðferðisþrek alþingismanna að taka efnislega ákvörðun og sjálfstæð rannsókn og sönnunarfærsla fer fram fyrir landsdómi. Í mínum huga er engin efi á að mál viðkomandi ráðherra eigi að rannsaka fyrir landsdómi og þar eigi að fara fram endanlegt uppgjör á efnahagshruninu sem áhrif hefur á afkomu þjóðarinnar til ókominna ára. Ég segi því já. Þingmaðurinn segir já. Lilja Mósesdóttir. Já. Þingmaðurinn segir já. Magnús Orri Schram. Já. Þingmaðurinn segir já. Margrét Tryggvadóttir. Já. Þingmaðurinn segir já. Mörður Árnason. Já. Þingmaðurinn segir já. Oddný G. Harðardóttir. Já. Þingmaðurinn segir já. Ólína Þorvarðardóttir. Já. Þingmaðurinn segir já. Ólöf Nordal. Nei. Þingmaðurinn segir nei. Pétur H. Blöndal. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Ákæra og réttarhald þarf að uppfylla ákveðin skilyrði til að teljast fullnægja mannréttindum. Eitt er það
að það þarf að rannsaka sem leiðir til ákæru. Það hefur ekki verið gert, eða mjög litlu mæli. Sakborningur þarf að hafa stöðu sakböndum og hann þarf að hafa verjanda. Það var ekki gert. Hann veit ekki ennþá að hann er sakborningur. Sakarefnin eru óljós og auk þess kemur Alþingi sem er kjörið og er pólitískt að öllum þáttum. Það ákærir, það kýs saksóknara, það velur 8 af 15 dómurum landsdóms. Þetta eru pólitísk réttarhöld og ég segi nei við því að ákæra Geir H. Haarde. Þingmaðurinn segir nei. Ragnheiður E. Árnadóttir. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegi forseti, það gerir enginn lítið úr því að þetta mál hefur verið erfitt fyrir þing og fyrir þjóð og þessi síðustu 2 ár síðan að bankarnir féllu hafa verið íslenskri þjóð mjög erfið. Ég get sagt það fyrir mig að þessi atkvæðagreiðsla sem við erum að taka þátt í núna, hún er mér ekki erfið. Ég held ég hafi aldrei verið jafn sannfærð nokkra atkvæðagreiðslu hér á hinu háa Alþingi. Það er ekki í mínum huga hægt að finna nein lagaleg rök fyrir því að ákæra eigi fyrrverandi forsætisráðherra Geir H. Haarde fyrir vanrækslu eða stórkostlegt hirðuleysi, fyrir ásetning eða stórkostlegt hirðuleysi. Ég segi nei. Þingmaðurinn segir nei. Ragnheiður Ríkharðsdóttir. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Frú forseti, á stundum sem þessari þá þarf engin kjark. Heldur þarf fólk að horfast í augu við eigin sannfæringu og taka ákvarðanir út frá henni. Ég segi nei. Þingmaðurinn segir nei. Róbert Marshall. Þingmaðurinn segir nei. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Frú forseti, þær tillögur sem við ræðum hér eru tilkomnar eftir mikla og vandaða vinnu þingmannanefndarinnar. Því hefur verið haldið fram að þar hafið einhverju leyti flokkspólitík ráðið för. Þeir þingmenn úr þingflokki Framsóknarflokksins sem sæti átt í nefndinni hafa gert ítarlega grein fyrir afstöðu sinni og rökstutt mál sitt vel. Ég er sannfærður að þau komust að niðurstöðu eingöngu út frá sannfæringu sinni hvað væri óhjákvæmileg lagaleg niðurstaða. Það verður þó að viðurkennast að í framhaldinu og í allri umræðu þetta mál hefur pólitík blandast verulega í það og kannski óhjákvæmilega. Það vekur upp ýmsar spurningar, meðal annars spurningar jafnræði. Til dæmis lýtur að fyrir ríkisstjórn sem nú situr og hefur að mínu mati brotið af sér ekki síður en sú ríkisstjórn sem á undan fór. En hins vegar aðstæðan til þess að láta þessa ríkisstjórn fara til saka allt önnur. Einnig hef ég efasemdir að málið nægi til sakfellingar fyrir landsdómi og segi því nei. Þingmaðurinn segir nei. Sigmundur Ernir Rúnarsson. Nei. Þingmaðurinn segir nei. Sigríður Ingibjörg Ingadóttir. Já. Þingmaðurinn segir já. Sigurður Ingi Jóhannsson. Já. Þingmaðurinn segir já. Sif Friðleifsdóttir. Já. Þingmaðurinn segir já. Skúli Helgason. Já. Þingmaðurinn segir já. Steingrímur J. Sigfússon. Já. Þingmaðurinn segir já. Svandís Svavarsdóttir. Já. Þingmaðurinn segir já. Tryggvi Þór Herbertsson. Nei. Þingmaðurinn segir nei. Unnur Brá Konráðsdóttir. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Hæstvirtur forseti, ég hef enga sannfæringu fyrir því að Geir H. Haarde hafi sem forsætisráðherra af ásetningi eða stórfelldu hirðuleysi brotið gegn stjórnarskrá lýðveldisins, öðrum landslögum eða stofnað hagsmunum ríkisins í fyrirsjáanlega hættu með athöfnum sínum og athafnaleysi. Saknæmi skilyrðum ráðherraábyrgðarlaganna, þau eru því ekki uppfyllt og því ber þingheimi að segja nei og ég segi nei. Þingmaðurinn segir nei. Valgerður Bjarnadóttir. Já.
Þingmaðurinn segir já. Vigdís Hauksdóttir. Já. Þingmaðurinn segir já. Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Nei. Þingmaðurinn segir nei. Þór Saari. Já. Þingmaðurinn segir já. Þórunn Sveinbjarnardóttir. Þingmaðurinn segir nei. Þráinn Bertelsson. Já. Þingmaðurinn segir já. Þuríður Backman. Já. Þingmaðurinn segir já. Ögmundur Jónasson. Já. Þingmaðurinn segir já. Össur Skarphéðinsson. Nei. Þingmaðurinn segir nei. Atli Gíslason. Já. Þingmaðurinn segir já. Álfheiður Ingadóttir. Já. Þingmaðurinn segir já. Árni Páll Árnason. Nei. Þingmaðurinn segir nei. Árni Johnsen. Nei. Þingmaðurinn segir nei. Árni Þór Sigurðsson. Já. Þingmaðurinn segir já. Ásbjörn Óttarsson. Nei. Þingmaðurinn segir nei. Ásmundur Einar Daðason. Já. Þingmaðurinn segir já. Birgir Ármannsson. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Hæstvirtur forseti, í þessari umræðu sem nú er að enda komin hefur mér þótt oft á tíðum að sá misskilningur væri á ferðinni að ákærur og málsmeðferð fyrir landsdómi væri á einhvern hátt nauðsynlegur hluti pólitísks uppgjörs eftir bankahrunið. Þetta er grundvallar misskilningur. Málið er það að hér stöndum við einvörðungu frammi fyrir þeirri spurningu hvort að nægar forsendur eru komnar fram til þess að réttlætanlegt sé að höfða refsimál á hendur tilteknum einstaklingum. Það kann að vera að sumum þingmönnum þykir rétt að færa pólitíska baráttu og pólitískt uppgjör í klæði refsimáls. Það finnst mér ekki og því segi ég nei. Þingmaðurinn segir nei. Birgitta Jónsdóttir. Já. Þingmaðurinn segir já. Birkir Jón Jónsson. Já. Þingmaðurinn segir já. Bjarni Benediktsson. Nei. Þingmaðurinn segir nei. Anna Margrét Guðjónsdóttir. Nei. Þingmaðurinn segir nei. Björn Valur Gíslason. Já. Þingmaðurinn segir já. Einar K. Guðfinnsson. Nei. Þingmaðurinn segir nei. Eygló Harðardóttir. Já. Þingmaðurinn segir já. Guðbjartur Hannesson. Nei. Þingmaðurinn segir nei. Margrét Pétursdóttir. Já. Þingmaðurinn segir já. Guðlaugur Þór Þórðarson. Nei. Þingmaðurinn segir nei. Guðmundur Steingrímsson. Nei. Þingmaðurinn segir nei. Gunnar Bragi Sveinsson. Nei. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegi forseti, hér gríðar stórt mál að ræða þar sem að niðurstaðan byggir meðal annars á mati hvers og eins þingmanns, mati og líkum á sakfellingu fyrir landsdómi. Á endanum snýst í matið ákvörðunina og ákvörðunir hvort meiri líkur en minni eru taldar á að sakfellt verði fyrir landsdómi. Frú forseti, mitt mat er að meiri líkur en minni sé á því að landsdómur muni ekki sakfella þessa einstaklinga. Því tel ég mér ekki fært að samþykkja þessar tillögur og segi því nei. Og Ásta Jóhannesdóttir segir nei. A-liður er samþykktur með 33 atkvæðum, 30 segja nei.